Já, komið í sæl. Það mældist hvergi hiti yfir frostmarki í dag og var nú þess að vænta svona með hvernig spárnar hafa verið og fyrir daginn í dag og næstu daga. Það yrði kalt hjá okkur og svo sem engin ástæð til bjartsýni því að við leikjum í þessum kalda loftmassa sem að við sjáum hér á hitasviðinu og við raunum að fara nokkur langt til suður til þess að næla okkur í einhver hlýindi. Það er reyndar smá hlýtunga hér vestur af Grænlandi en hún mun ekki koma við sögu hér. Það sem við sjáum er svona köld heimskautalofts spía sem að náði hér til landsins í dag. Við búum að kannski svona frostatölur verði svona heldur vægari þegar líður á morgundan heldur en var í dag. Í dag var hiti núna seinnipartinn víða, frost að mælast víða þetta 5 til 10 stig, mest fór frostið á láglendi í 12 stig og eins og áður sagði hvergi hiti við frostmarki. En við skulum sjá hvernig þróunum verður á hitasviðinu þá fram að helgi og við sjáum að það er töluvert í það að þessi hlýindi komi hér aðskvaðandi upp Atlantshafið og það sem meira er að við fáum aðra spíu af þessu kalda heimskautalofti þegar líður að helginni á föstudaginn og við sjáum að það er að skríða hér á milli þessara lægða sem að eru hér austuraf og hæðarinn yfir Grænlandi og þetta er alltaf toga þetta kalda loft hér suður til okkar og svona kemur þá megin þungin af því þá inn á föstudaginn og verður svona laugardagur sennilega kaldasti dagurinn í þessari atrinu. En við horfum síðan á hvernig úrkomuminstrið og lægðinar að tafna sig, eins og áður sagði voldu hæð yfir Grænlandi, lægðir hér í austri og síðan lengra í suðri og það er ekkert að ná til okkar með hlýindi og við sjáum að það er úrkomuminstur bæði við norður og austurlandi og þéttar þrýstilunir yfir landinu. Það verður stífur vindur hjá okkur fram á morgundaginn en þá svona aðeins slákkar á vindasviðinu og jafnframt sem að dregur úr úrkomu. Við sjáum í fyrramálið eða ef við byrjum á þessari mynd hér þá sjáum við hvernig skýjafar, úrkoma og vindafar verður til morguns, norðaustlæg átt víða 13 til 18 metrar á sekundu og litla breytingar svo sem fyrir en að svona vera að halla að kvöldi á morgun og þá sjáum við að vindatölur verða nú öllu hægari þó að við séum nú ekki að tala logn og það er svona lítil úrkoma í þessu þá seinnipartinn á morgun og annað kvöld. En í fyrramálið þá verður staðan á þessa leið eins og áður sagði víða 13 til 18 metrar á sekundu, bjart veður mestu sunnan og vestan til á landinu, skýjað að öðru leyti og það mun nú eitthvað snjóa á köflum á bæði norður og austurlandi og síðan dregur smá saman úr þá snjókominu svona þegar líður á daginn og sérstaklega seinnipartinn og frostatölur við sjáum að það er nú víða þetta 5 til 10 stig, sums staðar aðeins minna frost úti við ströndina og kannski svona næst í að svona slaga undir frostmarkið þá hér allra síðast á landinu. Orðin öllu betri svona staðan allan að hvað var það vindasviðið og úrkomun þá seinnipartinn á morgun. Eins og við sjáum hér vindur svona á bæði norðan og vestanlands orðin þetta 5 til 10 metrar á sekundu. Er bakki að fara hér til suðvesturs og fer hjá suðausturlandi, ekki að sjá að það komi mikil úrkoma frá honum en hins vegar getur verið áfram nokkuð hvasst allan með ströndinni. En síðan bætir nú aftur í vind þá á 15. Það koma nýjir úrkomubakkar þá inn á norðanvert landið, spáin svona gera ráð fyrir að verði meira skýjað á 50. heldur en á morgun. Aðeins svona frostatölur svona yfir hádaginn eru nú ekkert svo ígjaslæmar við þetta á bilinu 1 til 5 stig en á föstudaginn þá kemur nær þetta hrollkalla loft sem er hér norðuraf, það verður áfram stífur vindur hjá okkur og úrkoma sem fyrir það á norður og austurlandi en einnig að sjá að það geti komið bylgja hér upp á suðurströndinni þar sem það geti snjóað allan tíma. Og á laugardaginn þá er ekki að sjá að það mikið breytist hjá okkur og það er jafnvel svona kaldast dagurinn. En við skulum segja þetta gott í bili. Verið sæl.